Takk Jesus. Let everything that has breath and praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. I praise in the valley. I praise on the mountain. Hallelujah. I praise when I'm sure. I praise when I'm doubting. I praise when I'm numbered. I praise when surrounded. 'Cause praise is the waters my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul. Praise the Lord. Oh, my soul. Velkomin að samkomu, elskurnar mínar, því að ávöxtur ljóssins einskær. Góðvild réttlætir og sannleikur. Efesusbreið 5:9. Halleluja, við ætlum að vexa með Drottinn hér í dag. Við ætlum að lyfta honum upp því að hann heilagur, hann trúfastur og við ætlum að gefa honum dýrðina því að hann á það skilið, má ég heyra amen. Við ætlum að lofa hann í dag með öllu því sem við eigum. Halleluja. Takk Jesus. I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my halleluja, við lofum það og veksum við þig, halleluja. Við lyftum þér upp Drottinn Jesus því að þú ert heilagur, halleluja Jesus. I praise 'cause you're sovereign, I praise 'cause you reign, I praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, I praise 'cause you're true, I praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, I praise 'cause you reign, I praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, I praise 'cause you're true, I praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. 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 I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Let everything that has breath praise the Lord, praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord, praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord, praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord, praise the Lord. Takk Jesus, halleluja.
Við lofum þig og þökkum þig fyrir hver þú ert, Drottinn. Halleluja. Take it in vain, Yahweh, Yahweh, holy is your name. I don't wanna take it in vain. Take it in vain, Yahweh, Yahweh, holy is your name. I don't wanna take it in vain. There will be no other God before you. There will be no other God before you. There is no one above you, no one beside you, nobody like you. There will be no other God before you. No one, no one, no one. No one, no one, no one. Take it in vain, Yahweh, Yahweh, holy is your name. I don't wanna take it in vain. There will be no other God before you. Tack Jesus. There will be no other God before you. There is no one above you, no one beside you, nobody like you. There will be no other God before you. No one, no one, no one. No one, no one, no one. Who else can lead us to freedom? No one, no one, no one. Who else can heal all my sins and diseases? No one, no one, no one. Who else can walk on water? No one, no one, no one. Who else can answer by fire? Who else can bring down the tallest of giants? Who else can silence the roar of the lion? Who else is worthy of worship? Who else is worthy of worship? No one, nowhere. No one, nowhere. No one, nowhere. No one, nowhere. Nobody like you. Nobody like
lover of my soul, lover of my soul. Nobody like you, nobody like you. No one, nowhere, no one, nowhere. Takk Jesus, vi lover þig, halleluja. Þú ert heilagur drottinn Jesus, halleluja. Helgist þitt nafn drottinn, þvílíkur Guð sem við eigum, halleluja. Má ég heyra amen, halleluja. Takk Jesú fyrir trúfestina, fyrir náðin og miskunn, fyrir hver þú ert drottinn Jesus. Í réttlæti
vexa með þér í dag. Ég gef þér dýrðina. Takk fyrir blóðið, drottinn. I was a wretch. I remember who I was. I was lost. I was blind. I was running out of time. Sin separated. The breach was far too wide. From the far side of the chasm, you held me in your side. So you made a way.
His name. Glory to His name. Tack Jesus. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Tack Jesus. Halleluja. Dísið Jesus. Má ég heyra amen? Halleluja. Það góðmennt hér í dag. Guð hér. Amen. Það sem að 2 eða 3 eru samankomnir í hans nafni, þar á mitt á meðal. Dísið Jesus. Eins og þið heyrið, þá ég búin að vera að glíma við smá flensu. Að jafna mig, þannig að ég þætti vænt smá fyrirbænir bara í næstu viku. Þannig að Guð bara gefi algjöra lækningu. En mér langar til þess að biðja ykkur bara aðeins að rísa á fætur. Það að nálgast jól og yfirleitt á Íslandi. Við erum yfirleitt með frábæra mætingu á samkomunnar og við höfum yfir engu að kvarta í því leit hvað það við kemur. En það oft eins og rétt fyrir jól að þá komi stress yfir fólk. Það fer að huga hlutum sem að það þarf að gera fyrir jólin og það þurfa allir að gera ákveði fyrir jólin og ekkert að því. Gleymum ekki Jesú. Gefum Jesú tíma fyrir jólin og munum hvað máli snýst. Þetta snýst ekki pakka, þó svo að þeir séu góðir. Þetta snýst ekki einu sinni matinn, þetta snýst Jesú. Og við ætlum að hafa Jesú í forgrunni. Við ætlum ekki að gleypast af einhverju, þið vitið, einhverju brjálaði sem hérna úti í samfélaginu. Við ætlum að muna eftir Jesú. Má ég heyra amen? Halleluja. Og mér langar til þess að hvetja ykkur. Bara hverjum einasta degi, lesum í Biblíunni. Lesum bara frásögnina jólin. Það mjög gott að lesa Lúkas, til dæmis bara frá 1. kafla. Lúkas 2, náttúrulega bara sagan Jesú þegar hann fæðist. Lesum. Tökum á móti fagnaðarerindunni eins og það Tökum á móti frið sem ræður öllum skilningi. Sem að fæst ekkert í því sem að heimurinn gefur. Það bara Jesús sem að getur gefið þennan frið. Má ég heyra amen? Takk Jesús. En við ætlum að taka samskot og svo ætlum við að halda áfram að lyfta upp nafni Drottins hér í dag. Biðjum saman. Drottinn minn, við lyftum upp nafni þínu Jesús. Ég þakka þér fyrir trúfesti þína náð og miskunn. Ég þakka þér fyrir það, Drottinn minn, að þú komst inn í hennan heim. Þú lagðir sjálfa þig, Drottinn. Þú tókst á þig þjónsmynd, Drottinn minn, Jesús. Og þú ert hér í dag, Drottinn minn, og þú ert að hræra í hjörtum okkar. Drottinn, ég biði Jesús að þinn heilagi andi, hann sannfæri synd, réttlæti og dóm, Drottinn minn. Og Drottinn, ég biði Jesús að vekja okkur, Drottinn, á ný, Drottinn minn, til að eiga samfélag við þig á hverjum einasta degi, Drottinn. Að nálgast þig eins og þú nálgast okkur. Og við biðjum í Jesú nafni og allur líðurinn sagði. Amen. Höldum áfram í lofgjörð. Falling down to worship, to sing a song for ages to the Lamb. And all who come before us, and all who will believe, will sing a song for ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All throne and dominions, all power and positions, your name stands above them all. And the angels cry, creation's cry, holy,
You have been forgiven. You have been redeemed. Sing a song forever to the Lamb. If you walk in freedom, and if you bear His name, sing a song forever to the Lamb. Sing a song forever and amen, and the angels cry. Above them all thrones and dominions, all power and positions, your name stands above them all. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all power and positions, your name stands above them all, and the angels cry. Holy, all creations cry. Holy, you are lifted high. Holy forever. Your people
þig, tánir risu tauga frá, tók á andköf himini, því að allir koma þá, hendur fæðir faðirinn, og það kirkja Kristandinn, fyrir kraft og andans verð, sannleikanum gerist til, alltaf sönn, alltaf sterk, fyrir blóð og nafnið hans, laus úr fjötrum ég stíg, hann gefur sigurgrann, Jesús Kristur minn. Takk Jesus, halleluja. Amen og amen. Takk Jesus. Amen, yndisleg lofgjörð. Halleluja. Dísi Guði. Amen. Það er bara komið að orði Guðs og ég verð nú bara að segja, hann er erfiður, hann bróðir minn, en ég elska hann samt. Nei, mér langar í rauninni bara að segja það að ég er ofboðslega stolt af litla bróður mínum. Ég er stolt af því að hann sé að þjóna Guði, þó hann sé ekki í þessari kirkju, að þá er hann að byggja upp aðra kirkju sem er bara, þau fara fyrir bara mjög mögnuðu starfi. Og mér finnst svo frábært hvað Guð er nákvæmur þegar hann leiðir okkur saman og hann gefur okkur fjölskyldu og svo framvegis. Og mér þykir svo vænt hennan unga dreng, sem er ekkert svo ungu lengur, mikið lengur. En Guð hefur gefið honum alveg afskaplega sérstakt hjarta fyrir þeim sem eru týndir, hjarta fyrir kirkjunni og það er aðdánavert, ég verð nú bara að segja það. Og mér langar til þess að biðja ykkur að rísa á fætur, við ætlum að taka við orðinu, en eins og ég hef sagt oftar en einu sinni og ég segi það enn, það skiptir svo miklu máli þegar við komum á samkomur og reynda bara alltaf þegar við erum að hlusta orð Guðs eða lesa orð Guðs og það er að leyfa andanum að tala til okkar. Og til þess að við verðum breytt, til þess að andinn geti breytt okkur, þá þurfum við að hafa móttækilegt hjarta. Og hvernig gerum við það? Jú, Biblían talar að hann vill taka úr okkur steinhjartað. Stundum þegar við förum í gegnum þetta líf að þá harðnar hjart okkar. Það getur verið hluti sem að koma upp á í lífinu. Það getur verið eitthvað sem við eigum erfitt með að fyrirgefa og svo framvegis. Við þurfum að leyfa Guði að eiga við harðna hjart okkar. Og skiljum ekkert eftir út af því að við erum að svíkja sjálf okkur. Ef við tökum við orðinu þannig að það breyti okkur ekki. Við þurfum að leyfa því að verða hlut af líf okkar. Má ég heyra amen? Þannig að í dag þá vil ég bara biðja ykkur og ég ætla leið biðja mig sjálfa að gefa Guði allt það sem hann þarf að fá til þess að lækna hjarta mitt, til þess að leysa hjarta mitt og til þess að ég sé móttækileg fyrir því sem að andinn segir söfnuðinum. Og mér langar til þess að biðja ykkur að gera slíkt hið sama. Biðjum Drottinn. Drottinn, við bara komum fram fyrir þig. Við lyftum upp nafnið þínu, Drottinn minn. Ég þakka þér fyrir orð þitt sem er lifandi og kröftugt. Ég þakka þér fyrir orð sem að smýgur inn í innstu fylsni, liðamót og merg og það dæmir hugsanir og hugrenningar hjartans. Drottinn, ég biður að hreinsa tilfinningarlíf okkar. Ég biður Drottinn að hreinsa hugsanir okkar. Ég biður að hreinsa hugrenningar okkar. Hjálpa okkur Drottinn til þess að hafa okkur ekki eftir öld þessari. Heldur taka háttaskiptum með endurnýjung hugafarsins. Að við fáum að reyna hverju viljið þinn. Hið góða, fagra og fullkomna Drottinn minn. Og Drottinn, ég biður fyrir einum og sér hverjum hér inni. Drottinn, það allir að glímu. Drottinn, ég biður Jesús að leysa Drottinn minn. Ég biður Drottinn
drottinn minn að umvanda. Ég bið þig að drottinn minn, Jesús, brjóta af það sem ekki á heima, drottinn minn. Og drottinn, ég bið fyrir Gunnari þegar hann talar orð þitt. Ég bið að blessa hann, ég bið að blessa fjölskyldu hans. Ég bið að blessa kirkjun hans. Ég bið að blessa drottinn minn, það sem að drottinn minn, þau að taka á í Guðs ríkinu, drottinn minn, Jesús. Og drottinn, ég bið að blessa einn og sérbett hér, þegar við tökum við því orði sem að þú hefur fyrir okkur. Og við biðjum í Jesú nafni og allir líðurinn sagði. Amen. Drottinn bless ykkur, Gunnar Ingi. Gjörðu svo vel. Amen. Já, þið þekkið mikið, þá heiti ég Gunnar Ingi og ég bara lifandi bænasvar. Sibba bað þolinmæði fyrir 36 árum og svo fæddist ég. Nei, ég ekki grínast. En það ótrúlegur heiður að fá að vera með ykkur og dvelja á reikningunni. Og ég veit ekki með ykkur, en sérstaklega varandi bara jólasöguna. Hún svo mögnuð og það svo margt hægt að tala Bara það hvar hann fæddist. Pældi ykkur að það væri hérna frelsari dýrðarinnar kominn og fæddur og það var að gerast á okkar degi og ykkur myndi koma og segja hann kominn, hann fæddur og hann fæddist á Hellu. Og bara Hellu? Á Hellu? Konungur dýrðarinnar í Hellu, bara, já. Þú veist, þetta margt skrítið, en mér langar að díla við svolítið texta, hún nefndi áðan Lúkasarguðspjalli í öðrum kafla, geðveik geðveikur kafli til að lesa fyrir jólin, en mér langar að dvelja á Jóhannesarguðspjalli í fyrsta kafla. Og það ekki svona típisk jólavers, en það allt í rauninni komu Krists sem að jólin eru að einhver kom og frelsaði okkur og alltaf á jólunum þá dvelja á því að það ekkert endilega sagan og endurinn á sögunni sem ég átti skilið eða sem þurfti að gerast. Það var ekkert sem að þurfti að gerast. Sagan hefði getað endað í því að ég fór á móti Guði, hélt áfram að vera á móti Guði og Guð leyfði mér að gera það. The end. Það væri svona íslensk kvikmynd. Þess að sem allt enda bara í ömurlegu og allir eru bara deyðir og það gæti alveg vel enda þannig, en það kom einhver og ég veit ekki hvort þið hafi lent í þessu. Hefur þið lent í fólki sem hafi haldið í þá skoðun að öll trúarbrögð basically deila er sama trúarbrögð? Einhver sem hefur lent í? Ok. Og hefur einhver lent í kannski þeim aðilum sem segja, ok, kannski ekki sama trúarbrögð, en öll trúarbrögð eru með hluta af rétta trúarbrögðinni, þannig að þú blandar öllu saman, býr til einhvern Frankenstein, að þá ertu komin með hinn réttu trúarbrögð og mér finnst það mjög áhugavert alltaf því ég heyri þetta og ég hugsa alltaf, ok, áhugavert. Þannig að þú bara fyrsti í öllum heiminum sem fatta þetta. Allir hinir voru heimskingar en þú náðir að púsla þessu saman og þú með rétt að trúarbragði og leggjum það aðeins til hliðar. En það var einn gaur sem var að nota mynd fyrir mig sem var að lýsa þessari afstöðu sinni og ég fattaði seinna meira að þetta kom frá hindúisma og hugsun hindúista. Og hann var að lýsa hérna 6 blindum mönnum sem áttu að fara og lýsa hvað fíll lýsa því fyrir hvað fíll á þess að vita hvað fíll og það fer einn og grípur í skottið á fílnum og þetta einhver kaðall eða eitthvað svoleiðis og einn fer og grípur í lappirnar á fílnum, nei, þetta einhver staur, hvað þú að bulla? Og einn fer í hliðin á fílnum og segir, nei, ég veit ekkert hvað þið að pæla, þetta er veggur, fíll veggur. Og einn tekur í, hvað þetta, tennunar? Tekur, nei, þetta hart, þetta er bara eitthvað spjót, fíll bara spjót. Og lýsir svona mynd þar sem allir koma inn, einn grípur í eyrað, þetta eitthvað þykkt laufblað eða eitthvað, ég veit ekki alveg. Og það var þessi mynd sem hann notaði til þess að útskýra fyrir mér, sko, þetta eru trúarbrögðin. Kristinn trúi bara einn blindur maður að grípa í skottið og svo kemur búddistinn inn og grípur hérna í lappirnar og svo kemur músliminn inn og grípur í, hvað ég búin að nefna, eyrað, allt eitt og þeir eru öll bara með svona hluta af sannleikunum og enginn fattar í rauninni hver heildarmyndin og enn og aftur, þá finnst mér það svolítið hrókafullt að þú fattar það einhvern veginn. En ég hugsa oft, hvað ef myndlíkingin endar ekki þar? Hvað ef það eru 6 blindir einstaklingar að þreifa á fíl, að reyna að fatta hvað að gerast og svo lappar einhver inn í myndina sem ekki blindur. Og hann lýsir bara fyrir þeim að þeir eru algjörlega miskilja dæmið og lýsir fyrir þeim að ef þú þreifar bara hér þá sérðu restina af myndinni og lýsir fyrir þeim hvernig það var rangt fyrir sér og hvað fíll í raunverulega er. Og hvað ef
dæmisagan ekkert endilega það. Hvað ef við erum ekki blind? Hvað ef við höfum augu en erum í myrkri og við getum ekki séð? En við erum með augun til staðar til þess að sjá, en akkurat núna það tilgangslaust og það ekkert til þess að sjá í kringum okkur. Og hvað ef við eigum ekki að reyna að útskýra hvað fíll heldur hvað Guð eða hver Guð Og allt í einu kemur Guð sjálfur inn í myndina og kveikir ljósin. Þannig að við sjáum og getum loksins notað augun í fyrsta skiptið og ekki bara það, heldur horfum við á Guð fyrir framan okkur og hann útskýrir fyrir okkur hver hann Og það í rauninni það sem jólasagan snýst að Guð kemur sjálfur inn í myndina og segir, hei, þeir eru búin að reyna svo ótrúlega lengi, leyfið mér að hjálpa ykkur, leyfið mér að kveikja ljósið og leyfið mér að sýna ykkur hver ég Og það í rauninni það sem að mér langar að lesa svolítið bara ljós í myrkri í Jóhannesarguðspjalli í fyrsta kafla í versum 1-5 og svo í versi 9 þá svolítið verið að tala þetta þema og ég veit ekki hvort þið hefur kynnt ykkur eitthvað Jóhannesarguðspjallið og Jóhannesarbréfin, hann svolítið obsessed við að tala við ljós alltaf. Guð alltaf eitthvað tengdur ljósi hjá Jóhannesi en það mér langar bara að lesa þessi vers ef að Biblian mín verður ekki batterislaus. Hér segir, í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði og allir hlutir urðu fyrir hann, án hans varð ekki neitt sem til Í honum var líf og lífið var ljós mannanna. Ljósið skín í myrkrinu og myrkrið tók ekki á móti því. Svo fyrir hann í vers 9. Hið sanna ljós sem upplýsir hvern mann kom nú inn í heiminn. Þannig að þetta það sem að jólasagan snýst og í desember þá held ég við þurfum svona, þetta verður svona lifandi mynd fyrir okkur. Ég held að við byrjum öll að upplifa það að hafa ekki sólarljós. Ég einhvern veginn hafði lesið á netinu og þar með haldið að það væri satt. Víst þetta var á netinu og allt á netinu satt. Að rauðhærfi þurfti eiginlega aldrei D-vítamín. Þannig að í mörg ár þá var ég að segja öllum þið þurfið D-vítamín, þið plebbanir ykkar. En ég góður sko. Svo fór ég til læknis í blóðpröfu, bara hvað þetta? Ég er búin að vera þreyttur í mörg ár og hvað. Já, þú bara ekkert D-vítamín. Og þannig að maður upplifir þetta svolítið í desember og maður finnur fyrir því að sólin farin og maður ekki með það sem maður þarf. Svo komst ég að því að D-vítamín ekki eins og vítamín, vissuðu það? Þetta eru hormónar. Mjög áhugavert. Einhver ætti að endurskýra D-vítamín. En allavega, þannig að ég komst að þessu og maður byrjar svona að upplifa þetta í desember hvað það ótrúlega þyngjandi þegar að ljósið fer og maður byrjar að upplifa hvernig myrkrið svona kemur inn í hægt og rólega og við reynum að berjast á móti þessu með því að bara spara ekkert í rafmagnsreikningnum og tengja fullt af ljósum í samband og ég veit ekki hvernig þið eruð en ég svona gaur sem fyrstur í götunni að setja bjólaljósin í nóvember engin annar byrjaður bara þetta orðið þunglindislegt, ég ætla að fara að kveikja okkur í ljósum og sko fram í febrúar eða eitthvað svoleiðis. Ég bara ég ætla bara að slökkva á þessu þegar að sólin kemur aftur. Takk fyrir. Og við reynum svona að berjast á móti þessu. En ég veit ekki hvort þið hafið eitthvað lent í því. Hafið eitthvað lent í því að plugga inn ljósum og ljósið fyrir gang og svo sérðu svona bardaga verið eiga sér stað og milli ljósins. Nei, maður sér hann blekki sko. Jú, þú blekka. En ég hef aldrei lent í því að ljósið virkaði og peran virkaði nema myrkrið bara vann að einhverjum ástæðum. Það alltaf þannig, þú tengir peruna að ljósið vinnur alltaf og við sjáum það svolítið í versunum hér, ljósið skín í myrkrinu en myrkrið hefur ekki sigrað það. En ég veit ekki með ykkur, alltaf því ég heyri svona, hafið hitt svona artistic fólk sem notar ímynd, eða svona myndir allt og mikið og ég bara svona, come on, segðu bara það sem þú ert að reyna að segja, að þess að reyna að mála eitthvað mynd fyrir mér eða eitthvað bara svona, að segja það beint út og það oftast þannig sem ég hugsa, já, amen, það einhvern veginn þannig sem ég hugsa stundum Jóhannes, bara svona, Jóhannes, af hverju ertu alltaf að tala ljós? Getur ekki bara sagt hvað þú ert að tala og þú veist, og þannig að ég allavega kemur að þessum texta með þessum spurningu, ok, það hljómar eins og þessi mikilvægt að ljósið kemur inn í myrkrið, hvað meinaru með því að þetta sé ljós og ég held að sé 3 hlutir sem að bera að hafa í huga þegar við pælum í jólunum og hvernig ljósið kemur inn í myrkrið, hvernig það upplýsir hug okkar, umturnar hjörtum okkar og undirbýr hendur okkar. Og í rauninni sjáum við þetta að það byrjar að hafa áhrif á allt þitt líf. Og í versi 4 þá útskýrir hann hvað ljósið og hann segir í honum var líf og lífið var ljós mannanna.
Nú, þegar Biblían talar líf, þá er hún með heildarmynd yfir lífið. Ég elska það. Út af því að þú gætir, sko, ég kannski svolítið mikið á YouTube að horfa á mismundi myndbönd og annað eins, en þú hittir svona mismundi karaktera sem leggja mismundi áherslur á hvað lífið er. Þannig að þú gætir hitt eitthvað, ég reyna að fara í ræktina frekar reglulega, þannig að þú gætir hitt eitthvað sem bara elskar að fyrir ræktina, elskar að taka Tongat Ali og þú veist, Fandosha og eitthvað svona vítamín og D-vítamín og C-vítamín og alls konar vítamín sem er ekki eins og vítamín heldur hormónar og annað, sko. Þú veist, þú hittir svona fólk sem er bara, hei, ef þú ert ekki með vöða, þá ertu bara auðmiki. Svona fólk sem er bara að tala á YouTube og eitthvað annað. Og svo getur þú að labba aðeins niður götuna og þar heitir þú búddista. Og hann er bara eitthvað, nei, þetta snýst ekki neitt af þessu. Þú veist, eitthvað svona. Þetta snýst bara að hugsa og upplýsast og fara frá þessari sköpun. Þú veist, eitthvað svona. Og þetta snýst ekki neitt hvernig þið líður eða hvað þú upplifir. Og sársökin er bara ímyndun. Þú veist, eitthvað svona. Það sem að er bara svona, já, en ég vaknaði með bakverk. Þú veist, hvað er að þér? Þú veist, þetta er ekki ímyndun. Þetta byrjaði því á 30. Og það sem ég elska er að þannig ertu komið með 2 einstaklingar sem leggja mjög mismundi áherslur á hvað lífið er. Einn er bara eitthvað, víðir, vöðvar og prótein og kreatín og eitthvað svona. Og svo er hinn bara eitthvað, nei, uppljómun og hann aðeins, við erum að fara úr þessum líkama. En það sem Biblían talar er þegar hann horfir á lífið, þá er hann með heildarmynd hvað lífið er. Sem er líkamaðinn, sem er hugðinn, sem er hjartaðinn, sem er henduðinnar. Og allt snýst þetta lofgjörð og þegar ég ólst upp í kirkju þá hugsaði ég rosalega mikið lofgjörð sem við erum að gera okkar núna eða vorum að gera áðan. Að lofgjörð er að syngja rosa hátt og þú veist, og bara ef þú sviknar ekki smá, þú veist, þá ertu bara varla kristinn. Þú veist, það var lofgjörð og svo þú byrjar að lesa Biblíuna og þú áttaði á því að varst þú ekki að tala umturnun hugarfagsins, það sér sönn og rétt Guðstýrkun af ykkar hendi, að við lifum Guði til dýrðar og það er þessi heildarmynd hvernig Jesús kemur inn, hvernig hann umturnar öllu. Hann er svona vandræðingur sem kemur bara inn og rústar stofunni þinni. Endurriður öllu og byrjar að búa til nýtt líf sem er eiginlega bara góð lýsing. Og í rauninni, þegar við pærum í þessu, þá er eins og til dæmis í Filippibréfinu 4:8. Ég sé að hann er fyrir aftan mig. Já, hann er Filippibréfið 4:8. Sjáðu hvað stendur í því, já. Hvað sem er satt, göfugt, rétt og hreint, elskuvert, gott áspunnar, dyggð, lofsvert, hugfesti þetta. Þannig að hvernig við sjá þannig? Við erum að sjá inn í Biblíuna þegar það talar hvernig eigum við að lifa Guði til dýrðar, við eigum að hugsa Guði til dýrðar. Var ekki með eitt annað veð sann eitthvað? Nei. Þegar þú byrjar að pæla í til dæmis ávöxtum andans. Hver er ávöxtur andans aftur? Það ekki? Gleði, langlindi, gæska, góðvild, trúmennska. Já. Hvað eru fyrstu 3? Sjálfsagi, það var endan, já. Kærleiki, gleði, friður, langlindi. Hvað er það? Það er hjartansmál. Þannig að hérna í Filippibréfinu 4:8 þá er hann að segja, það skiptir máli hvernig þú hugsar. Í ávöxtum andans þá segir þú, það skiptir máli hvað þú upplifir. Þú veist, ég veit ekki með ykkur, en reyndu að upplifa kærleika, gleði, langlindi, frið og góðvild án þess að upplifa tilfinningar. Og ég veit að, þú veist, ég reyna þessum svona tilfinningar, hvað ertu að tala um? En hérna, þú veist, það er eitt af því sem að Guð horfir á og segir, ég er með heildarmynd yfir hvernig það lítur út fyrir að vera manneskja. Og sömuleiðis ef þú fyrir Rómarbréf 6, þá er hann þannig að tala til dæmis í 13. og 14. versi, þá er hann í rauninni að segja, það skiptir máli hvernig þú notar limi þína. Þú getur notað þessa hendur til að lyfta þeim upp og syngja til drottins eða látið alla puttana að koma saman og lamið einhvern í andlitið. Og það skiptir málið hvernig þú notar líkamann. Þannig að þegar myndin hvernig lofgjörð lítur út og hvernig lífið lítur út, þá elska ég það við Biblíuna að hann gefur heildarsýn á hvað lífið er actually Og þegar þú byrjar að pæla í því, ég sagði þetta rosalega oft, þú ert sál, hvernig er það? Þú ert andi en með líkama, eða eitthvað svoleiðis. Líkamann er bara svona hneta. Bara eitthvað svona. En þegar þú byrjar bara að horfa á Biblíuna, þá áttir á því, þú fyrir fyrstu Mósebók, þá segir hann skapaði þig með sál og líkama og vonin okkar í Opinberunarbókinni, þegar það kemur að eilífilífi, þá segir hann, þú ert ennþá sál og þú færð líka aftur líkama. Hann skapaði þig sem í rauninni bæði. En hvaða áhrif í rauninni hefur Jesús á heiminn sem ljós í myrkrinu? Mér langar að byrja á þessu, í rauninni tala þess að þrjá þætti. Hann hefur hugræn áhrif, umturnar hvernig við hugsum.
hann hefur hjartansáhrif, umturnar hvernig við elskum og hvernig við lofum og hann hefur áhrif á hendunar, umturnandi áhrif á hendunar og hvernig við lifum og hvernig við notum þær til að þjóna Guði og öðrum. Og ég veit ekki, eru allir svona frekar gamlir í trúnni hérna? Komum með svona hár vaxandi úr andlega eyrun ykkar. Það var eitt af því sem ég áttaði með því, ég að vera gamall þegar hérna klippi fólki, ég að spyrja henni, á ég að klippa hérna augabrýnar? Hvernig segir maður þetta? Augbrýnar, ég segi þetta alltaf vitlaust. Augabrúnir. Takk, ég veit alltaf ég segi þetta vitlaust líka, það mjög óþægilegt. Augabrúnir. Og það bara svona spurning sem kom bara eftir 33 ára. Ég hef aldrei heyrt þessa spurningu aftur. Þurfa að klippa þetta. En allavega, við vitum að, Gamla testamentið aðalega skrifað hebresku og smá í arameísku í Danielsbók, en svo Nýja testamentið þá allt skrifað á grísku. Og það sem mér finnst ótrúlega merkilegt hér, þegar við byrjum að pæla í umtölandi áhrif Jesú á hug okkar, að þá það bara hérna í rauninni í fyrsta versinu, það sem við segjum, í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Við vorum að syngja þetta í lögunum og svona, og ég ímynda mér oft hvernig að vera ekki kristinn og heyra okkur syngja orð. Óblessað sé orðið og eitthvað svona. En hvað hann að segja? Þannig verið að lýsa því að Jesús kom og það kallað Jesú, ekki Jesú heldur orðið. Og að þú kíkir í, hvað grískan að segja? Þá notar hann orð fyrir orð sem orðið logos. Og þetta mjög áhugavert orð í rauninni út af því að þetta gæti verið þýtt bara sem orð, en í grískri hugmyndafræði og sérstaklega frá Aristótel og annað eins, þá var búið að fylla þetta af mikið af meiningum. Meðal annars að orðið væri í rauninni, að þetta orð logos væri í rauninni regla og skynsemi og rökfræði. Þannig að þú byrjar að pæla í orðum eins og logic á ensku, að þá kemur það frá orðinu logos, að þetta rökin. Ef þú horfir á eða þú svona nörd sem endalaust að fá þér eitthvað gráður í Háskóla Íslands eða eitthvað svoleiðis og ferð hérna að læra alls konar, til dæmis ef þú pælir í bara ensku nöfnunum, hvað guðfræði á ensku? Theology, ology, logos, mannfræði, anthropology, logi, logos, kirkjufræði, ecclesiology, jarðfræði, geology, líffræði, biology og allt annað. Allt þetta logi í rauninni að segja þetta stefnir að þessu gríska orði sem logos, sem í rauninni tengist þessu að þetta sé nám sem snýst að afla sér þekkingu og háð skynsemi og rökfræði. Og í heimi sem var fullur af óreiði, og þá voru Grikkinir að pæla í því, hvað það sem heldur heiminum saman? Og svo þeir voru átt að sjá því, við erum ekki annað dýr, það eitthvað öðruvísi við okkur og það eitthvað sem gerir heiminn fyrirsjáanlegan, skiljanlegan, áreiðanlegan. Grikkir vissu ekki endilega hvað þau áttu að kalla þetta, en þau kölluðu þetta logos, það að segja reglan, skynsemin eða rökin. Og hér kemur Jóhannes og hann skrifar í rauninni bæði til Grikkja og Gyðinga og þegar hann segir í upphafi var orðið, þannig þegar Gyðingarnir heyrðu í upphafi, þá hugsaður fyrsta Mósebók, fyrsti kafli. Þú veist. Og þegar Grikkinir heyrðu í upphafi var logos, þá hugsaðu þeir allt það sem fylgdi því þessu orði, logos, og þannig í rauninni Jóhannes að segja að logos, þetta sem þið Grikkir eru búin að reyna að pæla í ótrúlega lengi, ekki einhver hlutur, þetta ekki einhver hugmynd, heldur það Jesús Kristur sem kominn, hann það logos, hann rökin, hann það sem heldur heiminum saman. Í Kolossabréfinu í 1. kafla, við vorum ég held að eitt lagi var að syngja þetta, 16-17, það segir allir hlutir eru skapaðir fyrir hann og til hans og hann fyrir öllu og í honum halda allir hlutir saman. Þannig að hann ekki beint að nota orðið logos hérna í gríska textunum, en hann að segja basically það sem að grískir heimspekingar höfðu verið að pæla í. Hvað það sem að halda öllu þessu saman? Og hann kemur inn í heiminn sem óreiðu allstaðar kringu sig, þar sem að fólk hafa augu, en get ekki séð út að það myrkur allstaðar kringu það. Og það að þreifa og reyna að finna sannleikann Guð og svo allt í einu kemur Jesús inn í myndina. Og hann kveikir ljósið til að opinbera sig. Svo við höfum ekki aðeins sannleikann Guð, heldur höfum við grunninn fyrir rökum sjálfum sér. Í rauninni sannleika, grunninn fyrir tilgangi lífsins og alls annar og öllu öðru í lífinu. Og í honum þá höfum við grunninn að skynsemi,
að þessi sköpun sé skipulögð og hún sé áreiðanleg og það sé hægt að rannsaka þessa sköpun og skiljanleg, vegna þess að þessi sköpun í rauninni sköpuð af Guði sem rökréttur, áreiðanlegur og skipulagður. Og við höfum ástæðu til þess að treysta í rauninni ályktun til dæmis heila okkar, því að við vitum að allt í einu þegar þessi Guð kemur inn í myndina, þá áttum við okkur á því að heilinn minn myndaðist ekki fyrir tilviljun án þess að einhver var að leiða og gefa vitsmuni og var með vitsmunum bak við sig, heldur voru þeir mótaðir með vitsmunulegur getu og af kærleiksríkum Guði sem gaf okkur þessa heila til að þekkja hann, til þess að rannsaka sköpun hans, til þess að drottna yfir henni eins og fyrsta Mósebók segir, til þess að sjá hana. Og ef þú rannsakar til dæmis einhverja uppruna náttúruvísindana sem við erum með í dag, þá kemstu oftast að því að þeir sem byrjuðu þessi náttúruvísindi voru kristnir einstaklingar sem vildu fá að þekkja Guð með því að stúdera sköpun hans betur. Og eins og Jóhannes Kepler, áður en hann var geimsjónauki, þá var hann persóna, og hann sagði þetta er unni, vísindin eru ferlið við að hugsa hugsun Guðs á eftir honum. Hann sagði, þetta var viðhorf hans á vísindina. Ég að hugsa hugsanir Guðs á eftir honum með því að stúdera hann. Og hann gaf okkur í rauninni rökhugsun og lógík og grundvöll fyrir rökhugsun og lógík. Þess vegna erum við í rauninni að átta okkur á því, og verðum við að átta okkur á því, að tilbeiðsla ekki bara eitthvað sem gerist hér. Tilbeiðsla ekki eitthvað sem gerist bara þegar við syngjum. Heldur það líka, restin af samkomunni eins og núna erum við að nota hugan sem Guð gaf okkur. Ekki með það aðstu vonum að við löpum hérna út og bara svona gett feit í hausnum að við passum ekki gennum hurðina. Heldur að upplýsingarnar fara að hafa áhrif á hjörtu okkar og hjörtu okkar fara að hafa áhrif á hendur okkar og að hans líf komi í okkur og nýti okkur sem verkfæri í sinni hendi. En það skiptir ekki máli hvað þú stúderar þennan heim mikið og það ótrúlega mikið sem þú getur stúderað. Þú veist eins og núna er dóttir mín að fatta að það til hvað black holes á íslensku? Svarthol. Það bara bein þýðing, svarthol. Þetta svona svartar holur. Hún var að fatta að það væri eitthvað til. Þannig að nú hún bara hvað þetta? Veistu eitthvað? Og nú hún að fatta hversu stór heimurinn og hún að fatta, ef Guð skapaði þetta allt, hversu stór Guð? Og hún bara svona, wow! En svo getur líka farið öfugt og þú byrjar að rannsaka atoma og svo fyrir það í kvarka og hvað sem annað fylgir þar. Þú sér að það ekki bara Guð sé með mikið af valdi til þess að geta skapa allt þetta. Hann líka með ótrúlega nákvæmni í því sem hann skapar. Og ég fatt þetta sjálf bara þegar Salomon fæðist. Þegar Salomon fæðist, þá eitthvað svona genabreiting í X-litning hjá honum. Og ég átti mig á því að þarna, það hefur bara víðtæk áhrif á líf hans. Heilinn hans er undirþroskaður á 5 mismunandi stöðum. Vöðvarnir hans og líffærin hans léleg, hann getur ekki haldið sér uppi, hann getur ekki talað, hann getur ekki borðað. Við þurfum að gera allt fyrir hann. Og á þeirri stundu þá áttaði ég mig á því að mér finnst eiginlega bara ótrúlegt að einhver fæðist heilbrigður. Það svo ótrúlega lítið sem þarf að fara úrskeiðis. Það hefur áhrif á allt annað og ég á eftir að biðja fyrir því að lækninga í þessi stað og annað eins og ég held áfram þangað til að Guð segir mér að þegja, please. En það ótrúlegt þegar maður byrjar að pæla í því hvað þarf lítið í þessi stað. Og með þess að það að þú sért hér og þú sért andandi og þú sért hugsandi og þú sért talandi og þú sért borðandi allt vitni hversu magnaður Guð En sama hversu mikið við stúderum sköpunina, stjörnunar og svarthol og atoma og hvað annað, að þá samt komumst við aldrei að mikilvægasta sannleikanum Guð, sem svo staðreynd að hann ekki bara mikill og rökréttur og flókin, heldur hann kærleikur. Og í honum von og hjálpræði og tilgangur lífsins að lifa fyrir það sem hann skapaði okkur fyrir. En til að sjá kærleika Guðs og hjálpræði Guðs, þá þú getur ekki stúdera stjörnurnar fyrir það. Þú getur ekki verið að stúdera eitthvað sýkla eða hvað annað í þessum heimi. Það sem þarf að gerast að Guð sjálfur þarf að koma og útskýra frá sínu hjarta til okkar hver hann Og það hefur hann gert í orði sínu. Og ef þú ert kristinn, þá kannski áttar þig á því að það ekki mínar tilfinningar sem skipta máli.
Það ekki mínar skoðanir sem skipta mestu máli. Hver hefur lent í því að komast að einhverju vessi í Biblíunni og eitthvað svona, ég veit ekki alveg hvort ég sé sáttur með þetta. Ok, please ekki láta bara vera gæði með mikrofónin, einhver annar tala hérna. Ég held að við höfum öll komið þangað. Sagt, ég ekki sammála þessu. Ég held ég viti aðeins betri en logósið sjálft. En á þeim tíma þá höfum við að minna, ok, hver skaparinn og hver sköpunin? Ég þarf að minna mig á í rauninni, hvað það sem skiptir mestu máli í þessum ástæðum? Það tilfinningarnar mínar? Það sem mér finnst? Eða á ég að leitast eftir því að móta tilfinningar mínar og skoðanir mínar eftir því sem Guð hefur sagt? Og fólk sem rannsakar orð hans, en við þurfum að vera það, en líka fólk sem leyfir hans orði að rannsaka okkur og hans anda að rannsaka okkur og segja, hei, Gunni, hér einhver erfiður sannleikur sem ég ætla að segja þér í náð sem þú ert að breyta við þitt líf. En núna eftir að hafa séð, ok, hérna kemur Jesús inn og hann ljósið inn í myrkri og við erum búin að dvelja hans á því hvernig hann kemur hann rauninni ljós rökfræðinnar komandi inn í myrkrið, þá komum við að þessu sem hann uppfylling ljós hjálpræðisins. Og textin okkar segir, í honum var lífið. Og ég held að þetta sé ekki bara vitsmunalegt líf að við getum verið að pæla í og stúdera alls konar hluti, heldur þetta uppspretta af lífinu sjálfu. Nú, ef við værum í aðstæðum akkur núna þar sem við varum úti og myrkrið í þessu stað og hljómar eins og sé vindur, allavega hljómaði það áðan, og við erum búin að kveikja eld og við vorum að hlýja okkur við eldinn, að þá vitum við að það eru rök á bakvið afleiðingar. Það eru afleiðingar af því sem við gerum. Þannig að ef við erum öll í kringum eldin og einhver byrjar að labba frá eldnum, taka 1 skref í einu, segjum svo að hann er komin 10 skref á aftur og bak og byrjar að væla yfir því að, hei, það er svolítið kalt hérna. Hvað myndu við segja manneskjuna? Dragðu inn að ljósinu, dragðu inn að eldnum, auðvitað verður kalt út af því þegar þú ferð í burtu frá hitanum, þá tekur kuldinn við, þegar þú ferð í burtu frá ljósinu, þá tekur myrkrið við. Ef þú vilt fá aftur að líða betur og upplifa ljósið og upplifa hitan, komdu aftur til varðelsins, ekki satt. En hvað gerist þegar við ákveðum sem mannkyn og sem einstaklingar en sem mannkyn í heilsinni að ganga í burtu frá Guði þegar hann uppspretta ljósins og rökfræðinnar og lífsins? Það förum við í myrkrið. Þannig að myrkrið kemur í stað ljós, dauðinn kemur í stað lífs og kaos, hvernig sem við myndum segja það, kemur í stað rökfræði. Þannig að þetta eftir í fyrsta versunni sem við sjáum svona innsýn inn í samfélag Guðs og mér finnst þetta ótrúlegt að Guð sé 3-1. Að hann sé 3-1. Orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Svona, Jóhannes, farðu það að ákveða þig? Hvort var hann hjá Guði eða var hann Guð? En það svona innsýn inn í að Guð sé Faðir, Sonur, Helgur Andi, frá eilíð til eilíðar í fullkomnu sambandi, fullkomnu kærleika. Og þegar ég byrja að pæla í þessu, kannski eru þið eins og ég, þegar ég horfi á kaosu sem er þessu stað, mér liður eins og að sé, ég veit ekki hvort það sé út af við sjáum bara allt á Facebook og Instagram sem bara við sjáum ekki lengur bara hvað brotið beint fyrir framan okkur, heldur líka bara hvað að gera í Suður Kóreu og svo í Tævan og svo bara, já, allt í einu Norður Kóreu komin inn í Úkraínu og þú veist, ég veit ekki hvort það sé eða þú veist, bara hönnuð fyrir það að vita bara allt sem er að í öllum heiminum. En þegar ég horfi í kringum mig, þá hugsa ég stundum, ok, Guð, af hverju skapaðir okkur? Veist? Og sumir hafa sagt mér, Guð sé kærleiksríkur og þess vegna þurfi hann eitthvað til þess að elska. Svo hann skapaði okkur. Og ég er bara svona, ok, that makes sense. En það er bara eitt vandamál þegar þá er Guð, þá þarf hann á mér að halda. Þú veist, hann gat ekki bara lifað einn. Hann þurfti á mér að halda sem eiginlega lætur mig svona á hærri stað heldur en Guð sjálfur og ég veit ekki hvort ég vilja samþykkja. Og svo öðru lagi, þá segir Biblían okkur að hann sé ekki bara kærleiksríkur, heldur að hann sé kærleikur. Og það er ótrúlega við það að þegar við byrjum að dvelja á því að Guð sé einn en þrjár personur, þá byrjum við að átta okkur á því að hann þarf ekki á
neinum eða neinu til þess að vera kærleikur. Hann kærleikur og hefur verið kærleikur og mun vera kærleikur. En ég enda alltaf á því að spyrja Guð, af hverju þá? Af hverju að skapa mig þegar þú vissir að þú ert að senda soninn til þess að deyja fyrir mig? Af hverju að elska okkur þegar þú veist að þú er búin að segja okkur aftur og aftur og aftur? Bara hversu oft getur þú sagt, ekki drepa? Og svo gerum við hvað? Drepum hvort annað. Þú veist eitthvað svona, og við finnum góða leiðir og maður svona, yes, manneskjan geggjur góð. Sérðu hvernig við erum að nota atómin hérna til þess að gefa rafmagn inn í borgir og svo kemur ykkur annar og hann bara svona, ég ætla að nota atómin til þess að sprengja borgir. Og þú veist, maður er bara svona, af hverju myndir þú skapa okkur? Og þegar ég byrja að hugsa ok, hvað fyrir mér eina rökrétta svarið, af hverju Guð hefur skapað okkur, ekki út að hann þurfti á okkur til að halda, til þess að elska, eða til þess að sýna kærleika eða vera kærleiksríkur, heldur frekar að hann vildi deila samfélaginu og kærleikunum sem Guð hefur sjálfur með öðrum. Og þegar það kemur að því að þá allt í einu erum við að komast að þessari niðurstöðu að þú og ég erum sköpuð fyrir samfélag við Guð. Og þú veist, það var Ágústínus frá Hippo, ég ætla ekki að reyna að beina því þetta, en hann skrifaði fyrir 1700 árum í Norður Afríku, hann sagði, "You have created us for yourself, O God, and our hearts are restless until they find their rest in you." Þú hefur skapað okkur fyrir þig, ó Guð, og hjart okkar finnur ekki frið fyrir að finna frið sinn í þér. Og með þetta ótrúlega magnaður sannleikur, því að í rauninni hann að segja þannig, í þessu litla innsýni inn í Guðdóminn, þá sjáum við að vera sköpuð af Guði sem í eilífu samfélagi fyrir eilíft samfélag við hann, og ef ég hef ekki Guð, þá hef ég ekkert, þá hef ég myrkur. Guð skapaði mig og þig til að finna frið þinn og sjálfsmynd og gildi og virði í honum, og ef þú gerir það ekki, þá munt þú lifa lífið sem bara röð vonbrigða þegar þú reynir að finna sjálfsmynd þína á öllum röngum stöðum, í röngum hlutum. Við tilbiðjum hverfula hluti og svo pælum við aftur í því, af hverju varir gleði mín ekki? Þú geti verið eins og ég, mér finnst það ótrúlega kaldhæðnislegt að ég sé að hittast, kirkjan okkar hittist í þessu ákveðna kirkjuhúsnæði. Og ég man á tímabilið þá var ég alltaf á þessu bílastæði að reykja grass og vera þunglyndur. Og eitthvað bara vildi ekkert með trúna hafa og vildi ekkert með Guð hafa. Og í rauninni með lífi mínu og orðum var að afneita Guði, og Guð í sinni náð og miskunn var að koma á eftir mér. Sem í rauninni jólasagan, en þetta þemað í gennum allra Biblíuna. Við sjáum aftur og aftur hvað gerist þegar að syndin kemur inn í heiminn. Maður myndi halda að Guð sem heilagur væri bara, oj, þið, farið frá mér. En í fyrstu Mósebók sérðu það, eina fólki sem að flýja fólkið frá Guði, ekki Guð frá fólkinu. Og svo heldur þessi saga bara nákvæmlega áfram og áfram, og hvað sérðu þegar þjóðunar eru komnar, það bara svona, heyrðu, það allir hérna að klúðra málunum nema þessi eini sem Nói, og ég ætla að taka hann og segja, svo, þú veist, og hann er alltaf nálgast og nálgast og nálgast. Svo velur hann Abraham og segir, ég ætla að gera þig að þjóð og ég ætla að blessa allar þjóðir í gennum þig, og ég ætla að koma með anda mig niður til ykkar til þess að leiða ykkur út úr Egyptalandi, svo ætla ég að láta ykkur búa til svona tjaldbúð í eyðimörkinu, og ég ætla að vera þann á meðal ykkar, og svo ætla ég að gera musteri og ég ætla að vera þann á meðal ykkar, og svo kemur Jesús Kristur sem ok, ég ætla ekki bara að vera á einhverjum staðsetningum, ég ætla að vera gangandi á meðal ykkar. Og hvað gerist þegar Jesús Kristus stígur upp? Það kemur heilagur andi sem segir, ég ætla ekki bara að ganga á meðal ykkar, ég ætla að vera í ykkur. Og þetta svona þema í gennum alla Biblíuna, að við að hlaupa í burtu og Guð að koma aftur og aftur og aftur. Og ef þú reynir að tilbiðja eitthvað annað en Guð, hvort sem að sé fegurð eða rómantík eða titlar eða velgengni eða hvað annað, skemmtun, peningar, algjörlega, tilbiðja hérna Þórólf Jónsson eða hvaða fólk sem á þessum peningum hérna, ég veit ekkert hvað þetta. Já, eitthvað frægt fólk, já, að vera frægur, að fá lof manna og annað eins. Eða ég vel góða hluti. Þú getur tilbiðið það að vera giftur konuninni eða makaninni. Það ótrúlega margir sem að, já,
Nei, Alli sagði mér að það væri sko ekkert vandamál í honum. Nei, nei, það eru margir sem gera þetta. Hvað segjum við makinn okkur? Hann fullkomnar mig. Hún fullkomnar mig. Sem ekki rétt. Þú veist, ef einhver gæti fullkomnað einhver, þá það Svava, kona mín, sko. En hún hefur ekki náð að gera það, ennþá. Nei, en það sem ég áttaði mig á, ef ég læt þessa byrði ofan á hana, þá mun ég verða fyrir ótrúlega miklum vonbrigðum. Eða að hún mun kremjast við að bera einhverja byrði sem að Guð einn getur borið. Og það er með allt annað, með peninga, með fegur, með hvað sem er. Að ef við tilbyðum eitthvað annað og við munum tilbyða, spurningin er ekki hvort við tilbyðum, heldur hvern eða hvað við tilbyðum. Út af því við verum sköpuð til þess að tilbyða. Og ef við tilbyðum ekki Guð, þá munum við tilbyðja eitthvað annað. Og við erum sköpuð fyrir þetta. Og ímyndum okkur að núna jólin myndi eitthvað gefa mér pakka og þeir fengu að vera til staðar því ég var að opna pakkan og ég fekk nýjan iPad. Bara hint, Sippa. Ímyndaðu ykkur að þið var að horfa á mig og ég var bókandi geggjað. Ég var einmitt að fara að gera mat. Og þið var að hugsa, hvað er þetta að pæla? Hvað mat? Svo tæk ég iPadinn, leiðan hana og byrjaði að láta kjötið á iPadinn og svo byrjaði bara að saksa hennar kjötið og sprjóta glerið á iPadnum. Hvað myndu þið gera? Þau verður bara, ertu fáiði? Eins og gott kristið fólk. Hvað er að þér? Þetta er hvert að gera. Og svo myndi ég fara að skóla af iPadnum á hennar, þú veist, eitthvað, það er svo mikið að blóði hérna, hendur svo bara inn í uppþvottavélina og auðvitað væri allir bara, hvað er að þér? Út af því að við vitum að iPadin er ekki hannaður fyrir það. En það er svo ótrúlega ofta sem við lifum á móti því sem við erum höfnum fyrir og svo pælum við af hverju við erum ekki að fá gleðina sem við vorum að vonast eftir. Af hverju var gleðminningi þegar ég er að tilbyða alla þessa hverfula hluti? Og lofgjörð okkar brenglast, hefur gert hjá mér, ást okkar brenglast og þegar hún beinist að röngum hlutum, þegar við byrjum að finna endanlegt gildi okkar í gráðum eða vinnustöðum eða auði eða vinsældum eða rómantík eða skemmtun. Ég held að það sé stór hluti. Að skemmta sér bara, veist, getur einhver klára Netflix? Ég er búinn að reyna, sko, það er ekki, veist. Nei, ég held að margir hugsi út af því að mér er skemmt að þá sé sál mín ekki með neina frekari þörf. Á meðan er sál okkar að kalla á eftir ykkur meiri. En við vorum sköpuð til þess að tilbyða og ef við tilbyðum ekki Guð, þá munum við tilbyða eitthvað sem hann hefur skapað. En vandamálið er að við höfum vilst inn í myrkur, við höfum syndgað, Guð er heilagur og í staðis að vera skapaður í mynd Guðs og að bera hans líkingu og vera eins og hann, að þá ákvaða ég vildi ekki bara vera skapaður í mynd Guðs, ég vildi bara vera Guð. Og þetta er það sem syndin er. Ég vil segja hvað er rétt og hvað er rangt. Ég vil setja mín eigin mörk. Ég vil ákveða hvað ég geri og hvað ég geri ekki og með því að taka öll þessi skref og segja Guð, farðu í burtu, þá er ég að ýta í burtu ljósinu, þá er ég að ýta í burtu lífinu og ég er að ýta í burtu rökinni. Og allt í einu stíg ég lengra og lengra og svo allt í einu horfi ég í kringum mig og surprise, ég er bara í niðamyrkri. En Guð sé lof að jólasagan minnir okkur á að við getum hlaupið frá ljósi Guðs en við getum ekki flúið kærleika Guðs. Jólin minn okkur á að hann mætir inn í myrkrið til að kveikja ljósið og opinbera sig. En það getur verið ótrúlega sársaukafull. Það er það sem ég þurfti að upplifa. Áður en ég fekk góðu fréttinar þá þurfti ég að fá slæmu fréttinar. Veistu, ég held að við gerum þau mistök sem kirkja Jesú oftast að hlaupa með hníf eða sprautur og svona, leiðu okkur að lækna þig. En við erum ekki búin að segja henni hvað vandamálið er. Ef við myndum okkur koma þér á eftir og segja, hei, má ég skera þau upp? Nei takk. Ef það væri læknir sem segja, hei, þú ert með hennar sjúkdóm sem er að fara að drepa þig. Það verður brútalið, ég þurfa að skera þau upp, en þá eftir að bjarga lífinu, að þá er þetta alltaf einhverjum með mjög öðruvísi mynd já, ok, það er kannski eftir að láta skera mig upp. En ég, allavega þurfti að fá að upplifa þessar slæmu fréttir. Og þegar hann kveikti ljósið, þá getur þú séð allt í hennu hvaða óreiða er í stað í lífinu hennu.
Þú getur séð niðurstöðuna og afleiðingar af því að flýja Guð og í ljósinu þá getur þú séð kannski skömmina sem þú er búin að reyna að gleyma, kannski syndina sem þú hefur framið, hvernig þú hefur sært fólk, hvernig þú hefur lifað í uppreist við Guð og ekki nóg með það. Þegar þetta ljós hjálpræðisins kemur, þá sérðu ekki bara hvað þú ert ömurlegur, þá sérðu hvað Guð er heilagur og það er ömurlegast af öllu. Að þú allt í einu sérð öll þín mistök og þú sérð að Guð er ekki með nein mistök. Að þú ert í þessari óreiðu og hann er fullkominn og hann er heilagur og hann er réttlátur og hann er góður. Og í réttlæti sínu þá áttar á því að hann hefur sagt að hann þurfi að refsa syndinni með réttu og slæmufréttirnar eru þær að ég er bara rosalega góður kandidati í það að fá refsingu Guðs. Ég er búinn að klúðra nóg og segja rangar hluti og gera rangar hluti og Guð er heilagur. Og hér koma önnur trúarbrögð og það er það sem ég var að leita í langan tíma. Hér koma önnur trúarbrögð með uppskrift. Við skulum redda þér. Gerðu bara þessa 5 hluti, þessa 7 hluti, gerðu bara aðeins meira og öðlastu uppljómun, nálgastu nirvana, verður bara í þjáningunni og losaði þig við slæma karmað. Þú veist, þú verður að vinna þér inn, auðvitað, þú ert búin að klúðra málunum svolítið illa, en gerðu bara meira og fáðu uppljómun. En það er eitt trúarbragð sem bara svona stendur út eins og brotin þumalputti, sem er ákkurat öfugt við öll önnur trúarbröðan úti, sem kemur ekki með uppskrift á hvað þú átt að gera til þess að nálgast Guð, heldur kemur með sögu jólin sem segir hvað Guð gerði til þess að nálgast þig. Ekki að þú getur nálgast konung dýrðarinnar og hásætti hans, heldur hvað hann gerði til þess að stíga niður frá dýrð og mæta þér í moldinni og það er það sem góðu fréttirnar eru. En þær verði ekki góða fréttir nema að þú komast fyrst ég er á slæmum stað. Guð er heilagur og ég er það ekki. En textin segir okkur í dag, í honum var líf. Hann er ekki dauði, hann er ekki dómur, heldur líf. Við komum Jesú, þá sjáum við aðra lausn sem er algjör andstæða við önnur trúarbrögð þannig úti. Þú getur þér ekki unnið þér aftur til Guðs, en hann getur komið til þín og hann gerir það í Jesú. Þú getur ekki bæði tekið út refsingu þína fyrir syndið þínar, sem er að vera aðskilin frá Guði, sem biblíu samhengi er helvíti, og á sama tíma fengið himnaríki. En það sem þú getur gert er að segja, hei, Jesús kom til að lifa því lífi sem ég gat ekki lifað, til þess að deyja þeim dauða sem ég átti skilið, til þess að borga þá skuld sem ég á búin að vinna mér inn. Og ef hann gerir það, og ef hann býð mér það, að taka á sig það skuldabréf sem þjakaði okkur með ákvæðin sinni eins og Kólassarbréfið 2 segir, af hverju ætti ég ekki að taka við því? Og ef ég tek við því, þá er ég eins og betlari sem er búin að finna hérna buffet. Ég er búin að finna hérna veitingastað sem gefur mér endalaust að borða og af hverju ætti ég ekki að segja öðrum frá því og þegar ég veit að það eru aðri betlarar eins og ég. Og ég er búin að finna veislu. Og þar með kemur Jesús og tekur óhrein klæði okkar og tekur á sig afleiðingu synd mína og skömm mína og gefur mér í staðinn flekklausu klæði sín til að íklæðast. Þannig að einn daginn þegar ég stend fyrir framan Guð þá þarf ég ekki að hugsa það með einhverjum hrylling heldur frekar með von út af því að ég veit að þegar Guð sér mig þá sér hann ekki allt það sem ég er búin að klúðra og allt það sem ég er búin að gera vitlaust heldur sér hann hvað Jesús gerði rétt. Og í Galatabréfinu 3:26 þá talar hann einmitt þetta og ég elska hvernig Páll talar ofta að vera í Kristi. Hann segir því að eins og margir yðar hafi verið skírðir til Krist hafið íklæðst Kristi. Við klæðumst honum og hér er ljós hjálpræðinsins. Þú treysta á Jesú sem frelsara þinn og átta þig á því að þú getur ekki bjargað þig sjálfum. Og eftir að hafa séð í rauninni afleiðingu syndarinnar hvað annað á að gera heldur en að segja ok, ég er búin að prófa að labba inn í myrkrið sjálfur, ég veit hvernig afleiðingin er. Já, Jesús er drottinn. Ég vil vera það sem hann er út af því það sem hann er það sem ljósið er út af því ég komst að þessari niðurstöðu einu sinni út af því ég var að dvelja rosalega mikið á því hvað er málið með allar reglunar í Biblíunni. Veitu hvað eru margar reglur í Gamla testamentinu? 613. Og veitu hvað rabbínar voru að búa til? Fleiri reglur. Þeir eru svona, já, ekki vinna á hvíldardegi.
við þurfum að útskýra þetta aðeins. Þá komu alls konar reglur. Konur mátt ekki plokka sér augabrúnir. Ekki? Augabrúnir. Vitið af hverju? Það var uppskera. Það er vinna. Þannig kom ykkur sérfræðingar að búa til fleiri reglur. Ég veit ekki af hverju ég byrjaði að tala þetta. Já. Ég veit ekki af hverju ég byrjaði að tala reglunar. Það var eitthvað tengt þessu. Já, þú getur ekki bjargað þér sjálfum. Þú er búin að klúðra þessum málum og eftir að hafa séð afleiðinguna. Já, það er það sem ég var að pæla. Af hverju er Guð að setja þessa reglur? Hataði hann bara beikon í Gamla testamentinu? Af hverju fenguðu ekki að borða beikon? Hvað er málið? Og ég var rosalega mikið á móti reglum Guðs út af því að ég horfði á svona grindverki í kringum mig og ég bara svona, ég ætla bara að ráðast á þetta grindverk, ég ætla að kveiki því, ég ætla að naga það ef ég þarf, ég ætla að komast fyrir utan þetta grindverk og þú segir mér sko ekkert hvað ég á að gera. Svo eftir að hafa verið aðeins fyrir utan þetta grindverk í nokkur ár, þá átti ég mig á því að grindverki var ekki sett í staðar til þess að hamla gleði mína, heldur til þess að halda mér öruggum frá því að klúðra sjálfum mér. En núna höfum við í rauninni þennan senasta punkt sem er mjög stöttur, gleðina sem er ljós lífsins. Hann segir hér í textunum, hann var í upphafi hjá Guði, allir hlutir urðu fyrir hann, án hans var ekki neitt sem til er. Þannig að þegar upphafið átt sér stað, ótrúlega steikt, þannig var ykkur. Þegar allt byrjaði, þá var Jesú hana. Allir hlutir urðu til fyrir hann sem þýðir að Jesús, þótt hann hafi fæðist, er sá eini sem hefur fæðist en ekki verið skapaður. Hann lifir frá eilífð til eilífðar og er ljós lífsins. Hann opinberar í sannleika Biblíunnar, ekki aðeins sem frelsari heldur, einnig líka sem fordæmi okkar hvernig lífið á að líta út. Ekki til þess að vera svona, Gunni, þú ert plebbi, búin að klúðra aftur, heldur til þess að segja, nei, Gunni, start upp aftur, Guð er betra fyrir þig. Og við höfum þar í kærleika Jesú Kristi fordæmi hvernig við eigum að lifa okkar lífi. Og þegar við gefumst Jesú á vald, þá upplifum við þennan óvænta leyndardóm að raunverulegt frelsi felst í því að gefast upp fyrir Jesú. Sem var aldrei eitthvað skiljanlegt í mínum huga, þar til ég fekk að upplifa. Og við komumst að því að reglur hans eru einmitt okkur til góðs, að við í rauninni byrjum að leitast eftir því, ekki að leitast eftir höndum Guðs eins og ég gerði í ótrúlega langa tíma, sem sýndi það að ég tilbaði ekki Guð sem minn Guð. Ég var að leita í hendur Guðs til að segja, Guð, gef mér peninga, og það er ég elskaði peninga, en ekki Guð. Guð, gef mér bara konu. Og ég elskaði, rómantík meir en Guð, hvað sem hann var. Gef mér velgengni, gef mér bla bla bla. Ég var alltaf að leitast eftir hendi Guðs. Hvað ertu með hann í dag? Eitthvað. Í staðan fyrir að leitast eftir augliti Guðs og segja bara, Guð, getur þú gefið mér þig? Getur þú leyft mér að fá það besta sem ég get fengið í lífinu, sem er að þekkja þig? Og með því að vera með honum, þá finnum við allt í hennu að þetta er það sem ég skapaði fyrir. Það sem ég sköpuð fyrir. Að finna gildi mitt og von og framtíð í honum. Og það besta við það er að það er enginn sem getur gefið þér gildi eða tekið frá þér gildi sem að Guð hefur ekki nú þegar gefið þér. Það er enginn sem getur sagt að þú sért einskisvirði þegar þú er með frelsara sem dó fyrir þig á krossi. Það er enginn sem getur sagt að þitt líf sé tilgangslaust. Þegar Guð lógósið sjálft segir, herðu, nei, ég skapaði hana eða hann fyrir eitthvað og það er enginn sem fara að gefa þér rétt eða taka frá þér rétt. Heldur erum við sköpuð í ímynd Guðs og í honum finnum við það sem er raunverulega sköpuð fyrir. En ég held að enda bara þessu, bara margir held ég, menn aldrei upplifa að komast á þennan stað á æfinni og þegar þeir ná aldrei botninum. Eða ná hæðunum sem þau heldu að myndi gefa þeim von og gleði og tilgang og allt það og átt að segja á því bara að það gera það ekki. Ég held að ótrúlega margir hugsi bara, gleðin er bara handan við hornið og svo kemur þau þangað, handan við næsta horn og svo kemur þau þangað, já, gleðin er bara þegar ég fæ konu. Svo kemur þau þangað, gleðin er bara þegar ég fæ hérna skilnað, eða gleðin er þegar ég fæ börn. Eða gleðin er bara þegar að börnin eru loksins farin frá mér. Eða þegar ég fæ bílinn sem ég langar í. Eða tvo bíla. Eða þegar ég fæ íbúð. Nei, hús. Og það er ótrúlega margir sem lifa bara svona. Gleðin er alltaf handa við hornið og þú kemst aldrei á botninn. En þegar þú kemst á botninn þá getur þú upplifað það stoltið sem blindaði þig frá því að sjá ljós Krist
mulið niður. Allt í einu sérðu afleiðingar af öllu því sem þú hefur gert og ávöxtinn af öllu því sem þú hefur gert og þú sér eyðilegginguna í kringu þig og þá á þeim stað rosalega fallegt að sjá ljós Jesú Krist sem opinberar ekki bara allt sem að, heldur líka það að hann getur frelsað og hann getur veitt nýtt líf. Og það líf í boði fyrir þig í Jesú og það fyrirgefning í boði þessi jól í Jesú. Eða, ég veit ekki hvað allir standa á hann til trúnaðinni. Ég vona að allir séu kristnir. Ef þú ert á botninum, þá vil ég bara segja að það von. Og ef þú ert inni og þú ert ekki ennþá komin á botnin, en Guð í sinni náð að sýna þér svona að það sé slæmt trend að eiga sér stað í lífinu. Ef ekkert breytist, þá botnin frekar. Kemur örugglega á morgun, þá gæti Guð verið að opinbera fyrir þér að, hey, snúðu bara við. Og það væri geggjað, hafa þannig vinningsbyrð. Þau eru ekki að lenda á botninum eins og ég. Það væri awesome. Ég vona að krakkarnir mínir verið með þannig vinningsbyrð. Að sjá án Jesú Krist, þau höfum ekki neitt og þau höfum ekki neitt og höfum myrkur, en Jóhannes 1 segir, hey, Jesús kom sem ljós inn í myrkrið. Og mér langar bara að minna þig á að þú ert erindreki Jesú. Og ég komst að því að erindreki ekki einu sinni dreki. Það sendiherra. Þú ert sendiherra Jesú. Þú ert sendiherra Jesú. Þú átt að vera í hans stað. Það var eitt sendiherra, ég veit ekki alveg hvort hann var sendiherra í okkar kirkju. Það var allavega mikilvægur fyrir eina þjóð hérna. Og hann sagði mér eitt af sem, út af ég var að pæla í þessu að vera sendiherra Jesú Krist. Hvernig hugsaðu starfið þitt? Og hann sagði eitt af því sem ég hugsa er að ég ekki hér til að segja fólki hver ég Ég með mína pólitísku skoðanir, það skiptir ekki máli. Og það ég á að standa í staðinn fyrir þá sem eru í, ég held að vera í London. Ég á að standa í þeirra stað og segja fólki hvað þau hugsa, ekki hvað mér finnst. Og það það sem við höfum. Og ef þú ert hér og þú hefur tekið þessa trú, að þá hefur þetta áhrif á vonandi hugaðinn og hjartað þitt og hvernig við elskum og tilbiðum og hvernig við hugsum, en líka á hendur okkar til þess að minna okkur á að, hey, við getum núna farið út með ljós inn í myrkrið út af því að hann hefur kveikt ljósið. Og við höfum fengið að smakka þessari veislu sem þessi betlarar og mér langar bara að hvetja þig áfram þessi jól. Kannski þetta eina skiptið sem viniðinir eða fjölskyldan myndi pæla í að koma í kirkju. Kannski þetta góðu tími til að segja, hey, komdu með mér í kirkjuna. Leðu mér að segja það frá Jesú. Bara þetta jól, leiðu mér að vera trúarnöttarinn sem þú veist að ég og bara gerum það. Gerum mikið úr Jesú Kristi þessi jól. Og eins og Sippa var að segja á hann, það ótrúlega að fyndi hvað mæting minnkar í kirkjur á desember. Og þetta allir svo stressaður að fagna jólum. Og það fullt af fólki þann úti að fagna og ef þú spyrða, þá veit það ekki af hverju. Það ótrúlega skrítið. Það bara, yey, af hverju? Ég veit ekki. Og bara svona, hey, ég með góða ástæðu til að fagna í desember. Segjum frá Jesú Kristi og mér langar bara að biðja og muna þegar að lofgjörun endar hér í dag, þá það ekki bara að við séum send, eða þú veist að við séum farið í burtu við eitthvað, við erum send út. Við komum saman í Jesú nafni og við förum í okkar daglega umhverfi í Jesú nafni. Þannig að, og ég biðja það. Bara Jesús, ég biðja Drottinn ef einhver hér inni sem þekki þig ekki, þá biðja Drottinn að þau fá að upplifa vonina og gleðina sem í þér. Ég biðja Drottinn að þú varvitir og leiðir og þú veitir okkur styrk í veikleik okkar. Að við mögum dást að því hvað þú elskar. Og í ljósi þess með að umturna hvernig við elskum. Með að umturna hvernig við elskum þig. Drottinn megum við ekki fara út hér til þess að reyna að vinna okkur inn einhverja punkta hjá þér heldur. Eða reyna að öðlast kærleika þinn eða ást. Heldur frekar fara út í gleði út af því að við höfum fengið nú þegar að upplifa þinn kærleika og þinn ást. Og ég bið Drottinn að nota skökkuprikinn sem erum við til þess að gera beina línur. Gera eitthvað merkilegt sem sýnir fram á að þetta sé ekki okkur að þakka eða neitt sem við segjum eða gerum heldur að þú sért að verka í okkur og í gennum okkur og ég bið Drottinn að þú notir okkur sem tól hjálpræðisins, að þú umturnar hugsun okkar og hjarta okkar og höndum okkar og hjálpir okkur að gera mikið úr þér þessi jól í Jesú nafni. Amen.